Góðan daginn, elskutnar og velkomin í Gamesýruna. Það mánudagurinn 17. ágúst. Herðu, til að kynna umræðu efni kvöldsins, þá held ég að sé ágætt að byrja bara á þessu hérna. Happening, or so they say. Some people refer to it as the God particle for those who believe in God. And if you don't, you better ask somebody. The Large Hadron Collider located at CERN is the most powerful particle in the world. Periodically, this Large Hadron Collider powers down. And when it shuts down, people often talk about things like timeline shifts. Before 2020, we were living in a very different world. And I'm not saying that's not a possibility, but it's kind of just how it operates. It turns on, it turns off. So let's talk about what the shutdown actually is. The Large Hadron Collider doesn't run forever. It operates in cycles, periods of high energy collisions, followed by scheduled shutdowns. Think of it less like they turned it off forever and more like they paused it to make it more powerful and precise. So they're over there splitting atoms. Is that safe? This is where scientists study what the universe itself is made of and how it all began. Well, some people think they know how it began. There was a bang, and the other people think there was a different kind of bang when the man and the woman were made, and the snake with the apple. Well, yes, but the scientists are explaining it all. Well, I don't know necessarily believe in science. I mean, you should believe in science, because otherwise what? We all learned about the scientific. What was the scientific process? What's that thing called? Perimenopause strikes again. The scientific method. Yeah, so they're doing experiments at CERN, and they're just testing things out. But the side effect of them doing this is what? Creating different timelines. So when people say, why should we care about what's happening at CERN? Because this is literally research into how reality works on the smallest level. Whenever people hear things like trying to recreate conditions after the Big Bang, it sounds intense, because it is. And over time, that's led to a lot of speculation. Are they opening something? What are they opening? Close it. Close it. We don't need to be opening things. If it was meant to be open, it would have been opened. Are they taking the experimenting a little too far? Maybe. Is this safe? Probably not. Those questions come from curiosity and sometimes fear. But according to the scientific community, do we trust them? The LHC operates under extremely strict safety protocols. Here's some context. The LHC has been running since 2008, and every shutdown has been a part of a cycle that leads to more advanced discoveries. So here's what I want you to do. Look into what CERN is actually studying, what particle physics means. That might take a little while, because this type of research often reshapes the future in ways that we can't immediately see. It's okay to question big scientific projects. I, in fact, encourage it. But it's even more powerful to understand them, because when you understand what's happening, you move from fear to curiosity. And curiosity, killed the cat, is where real learning starts. So stay curious, stay grounded, and don't be afraid to explore what's happening beneath the surface. Literally. Peace, y'all. I would like to go, are those dragonflies? Dramatic than what's actually happening, or so they say. Some people refer to it as the God particle for those who believe in God, and if you don't. Mandela-effekt og þessi tengsl Mandela-effekt við CERN, eða sem sagt hraðalinn í CERN. Þannig að við langar að fara aðeins yfir þetta og ég hérna með texta sem ég búin að útbúa. Ég ætla svona að styðja mig við hann, og við trúum mér. Við byrjum í hefðbundnum vísindalegum útskýringum og svo förum við yfir í allt sem vúvi. Semst í einföldu máli þá hraðallinn í CERN, eða LHC, hann risastór. Hann 27 kilometra langur. Þetta semst hringur neðanjarðar undir landamærum Sviss og Frakklands. Hann fær örsmáar agnir, svokallaðar róteindir. Hann fær það til að fara á ljóshraða og svo þeim skellt saman. Það framkallaðir árekstrar. Og markmiðið með þessum árekstrum að sjá hvað gerist þegar það rekast saman og komast þannig að því úr hverju efnið í alheimnum byggt. Þannig að við getum hugsað þetta eins og að taka hluti sundur og sjá úr hverju hann gerður. Hraða ögnum upp í ótrúlegan hraða, láta það rekast saman, mæla brotin sem koma úr áreksturnum og nota þessi brot eða þessa mælinga til að skilja grundvallar lögmál náttúrunnar. Og það einmitt þannig sem vísindamenn meðal annars uppgötvuðu Higgs boson árið 2012, og ég ætla að koma aftur inn á þetta muni eftir þessu 2012, sem hjálpaði til við að staðfesta mikilvægan hluta af svokölluðu staðallíkani eðlisfræðinnar. Byrjum hérna aðeins á einu. Hvað er CERN
hvað það að gera með þessum rannsóknum og hvað þið búin að finna upp? Númer 1, Higgs boson, 2012. Þannig að við hugsaum þetta þannig að alheimurinn sé herbyggi fullt af ósýnilegu efni sem kallast þess að Higgs svið og flestar agnir, ekki ljóseindir, þeir eiga auðvelt með að ferðast í gegnum það en aðrar, það er reyndar öfugt, ljósagnir eiga auðvelt með að færast í gegnum það en aðrar agnir, það er einhvern veginn dragast og inn í það meira og það veldur svona tregðu og það er þessi víxlverkun sem að verður til þess að agnir yfir höfuð hafa massa og án þessa kerfis væri alheimurinn allt öðruvísi, hann væri líklega til en hann væri allt öðruvísi og líklegt er að stjörnur, plánetur og við sjálf við værum ekki eins og við þekkjum okkur. Andefni, antimatter, CERN getur búið til andefni. Andefni er, altså, fyrir nánast hverja grundvallar ögn eru til andagn. Til dæmis, rafeind versus positron. Þegar ögn og andögn hittast geta þær eyðst hvor annari, eða eitt hvor annari og breyst í aðrar orku agnir. Og það furðulega er að alheimurinn virðist vera gerður að mestu úr hefðbundnu efni. Vísindamenn skilja ekki enn fullkomlega af hverju við sjáum ekki jafn mikið af andefni. Þetta er einn af stórum ráðgátum nútíma eðlisfræði. CERN rannsakar svarthol, hljómar eins og vísindaskálskapur, en LHC rannsakar eðlisfræði við svo mikla orku að vísindamenn hafa jafnvel velti fyrir sér hvort að örsmá svarthol gætu mögulega myndast í þessum tilraunum og haldið fast í þessa hugmynd. Þeir hafa ekki fundið þessi svarthol, þetta er semst allt bara út frá kenningum, en mikilvægt er að LHC er ekki að búa til hættuleg svarthol sem getur gleypt í jörðina, segja þeir. Náttúran framleiðir mun orkumeiri geimgeisla í árekstrum allan tíman, þetta er það sem þeir segja. Þetta er hinn opinbera skýring. Þeir eru að búa til aðstæður sem líkjast alheimnum rétt eftir mikla kveld. CERN getur látið þungar agnir rekast saman með gríðarlegri orku. Við suma slíka árekstra myndast í örlitla stund mjög heitt og þétt ástand sem kallast quark-gluon-plasma. Þetta er merkilegt vegna þess að vísindamenn telja að svipa ástand hafi verið til staðar örskömmu eftir mikla kveld. Jafnvel, áður en jafnvel venjulegar róteindir og niftindir mynduðust. Þannig að CERN, já, mikilvægt, stórmerkilegt, er að vissu leyti að rannsaka ungbarna mynd alheimsins. Og svo er það auðvitað World Wide Web, þetta vissuð ekki, en að CERN, sem sagt, vefurinn kom frá CERN. Ekki internetið en vefurinn. Og þetta er líklega það furðulegasta uppgötvun þeirra af öllum. Sem 1989 þá var það Tim Berners-Lee hjá CERN sem þróaði hugmyndina að The World Wide Web til þess þá að hann var bara að hugsa sig og kollega sína en að vísindamenn getur deilt skjölum og uppsingum milli tölva og þetta leiddi meðal annars til vefsíðna, vefslóða, HTTP, HTML og Vavra. Interneti sjálft var ekki fundið upp hjá CERN en vefurinn sem við notum í gegnum Vavra er komin þaðan. Núna milli 2026 og 2030 þá er hraðalnum í CERN lokað vegna viðhalds. Á heimasíðu CERN þá segjast þeir alltaf að setja upp öflugri segla svo hægt sé að stýra ögnum betur. Gera það þannig að verkum að mun fleiri agnir rekist saman, uppfæra stóru skynjarana Atlas og CMS. Þetta eru bara eins og risastóra myndavélar sem skoða í rauninni hvað gerist í þessum árekstrum. Og þau setja upp ný kerfi sem gerir geislunum kleift að liggja þétta saman þegar þeir rekast á. Og svo ætla þeir auðvitað að bæta öryggis og verndarkerfi hraðalsins. Og svo kemur sem stóri hlutin 2030, þá eru LHC breytt í það sem þeir kalla High Luminosity, eða semst LHC, HL-LHC. Það þýðir ekki fyrst og fremst að þeir ætla að gera agnirnar miklu hraðari, þeir ætla fyrst og fremst að ná miklu fleiri árekstrum. Og þeir semst að stefna á 10 sinnum fleiri eða meiri heildagögn yfir líftíma uppfærða hraðalsins en upphaflega hönnun LHC gerði ráð fyrir. Og þetta getur hjálpað að rannsaka Higgs boson en frekar og sjá sjaldgæfa árekstra og hugsanlega finna vísbendingar eðlisfræði sem við höfum ekki séð áður. Sko,
hvernig er best að snúa sér í þessu? Nú ætla ég að fara yfir í samsærishlutana af þessu. Og ef við tökum Mandela-effekt, það þetta, fólk farið að muna hluti öðruvísi en þeir að birtast okkur í nútímanum. Og það alls konar atvik úr bara popkultúr, kvikmyndum, tónlist, alls konar auglýsinga eða sem sagt hlutir, Fruit of the Loom, gott dæmi, Kit Kat og svo framvegis og orðið Mandela, eða sem sagt hugtakið Mandela-effekt komið út frá því að flestir mun eftir því að Nelson Mandela sem sagt hafi bara losnað af fangis eftir 26 ár og tekið aftur við sem forseti endurkjörinn sem sagt og svo látist einhverjum árum setna en það stórhópur af fólki sem að minnist þess að Nelson Mandela hafi sem sagt látist í fangelsi held ég eftir 13 ári í fangelsi. Þannig að í staðis að segja að fólk getur myndað sér mjög sterkar sameiginlega rangar minningar þá segir sem sagt samsæriskenningin kannski minningin rétt en núna erum við í annari tímalínu. Og það einmitt þetta, ég sagði á hana að það eru kenningar það að við þessar rannsóknir þá séu þeirra mögulega að framkalla lítil svarthol, með öðrum orðum þeir eru að rífa gat í striga okkar efnisheims eða okkar vittar eða já, bara okkar heims sem að gæti þýtt ef tilgátan fjölvítar heima eða multiversa rétt að tímalínur fara að blæða sem sagt inn í hvor aðra. Ég hef nú talað þetta. Og það eru alls konar rosaleg tilvik sem ég hef verið að sjá, sem ég hef rakið hérna í geimsýrinni. Mér langar að segja ykkur hérna frá tvennu sem að ég var að frétta af og búin að skoða og þetta reynist rétt. En og þetta snýr að geimnum og geimrannsóknum kannski. En þegar að bara fyrir viku síðan hefur spurt mig hvað hafa mennirnir komið mörgum flíildum eða drónum eða öðru til margra annara pláneta eða stjarna. Ég hefði sagt ég hefði sagt Mars, ég hefði sagt tunglið og ég hefði sagt Títan sem að sem sagt einhvers konar fylgitungl fyrir utan Saturnus og ég hefði sagt svo mögulega einhverja svona halastjörnur og eitthvað svoleiðis. Ég hefði aldrei sagt Venus. Krakkar, ég hefði aldrei sagt Venus. Þangað til núna rétt fyrir helgi. Þá kemur þetta. Sovétmenn, þeir segjum sér svo, Sovétmenn, 1970, þá senda þeir Venera 7 af stað, semst í ágúst, og markmiðið var gríðarlega metnaðarfullt. Lenda geimfari á Venus og senda gögn þaðan tilbaka. Við erum nýkomnir á tunglið. Það 465 gráðu hiti á Venus. Mjög þykkur lofthjúpur, loftþrýstingur við yfirborðið 90 sinnum meir en á jörðinni. Þannig að við erum að tala hita, hvað var að rafbúnað og annað og við erum að tala loftþrýsting sem 90 sinnum meir en á jörðinni, þannig að þið getið ímyndað ykkur hylkið á þessu faratæki sem að þeir segja að þeir hafi dömpað á Venus 1970 í fallhlíf. Lofthjúpurinn mestu koltvísýringur og ský innihalda brennisteinssýru. Lendingin kom 15. desember 1970 og Venera 7 fór inn í lofthjúp Venusar. Hlíðarnar og fallhlífarnar hjálpuðu henni að hægja á sér, síðan losnaði lendingar farin og hélt niður á yfirborðinu og hér kemur það ótrúlega. Venera 7 lifði af lendinguna og var fyrsta geimfarið í sögunni, segja þeir, til þess að lenda á annarri plánundi og senda gögn þaðan til jarðar. Og hún sem sagt ávist að hafa sendt upplýsingar hitastig, loftþrýsting, lofthjúp, vind og aðstæður nálægt yfirborðinu og lifði aðeins í 23 mínútur áður en að hún þagnaði, með öðrum orðum, bráðnaði. Herru, þetta stoppar ekki hér. Ég verði að finna þetta fyrir ykkur. Maður sjá. Hvað eru að horfa á hérna? Þetta
eru ljósmyndir teknar á yfirborði Venus. Þetta hef ég aldrei séð áður. Þetta ávist hafa verið tekið í Venera 9 leiðangrunum 1975 sem var svo fyrsta geimfarið til að senda myndir frá yfirborði annarar plánetu. Semst ekki tungletu, plánetu. Síðan kom Venera 13 og 14 sem tókst að starfa í yfirborðinu í lengri tíma og senda okkur mun ítalegri gögn. Sko, krakkar, hvað erum við að tala um hérna? Réttið upp hönd sem hafi séð þessa myndir bara fyrir síðustu viku. Einhver, anyone. Mér langar að rekja annað dæmi hérna og það er sko, hvað er þetta hérna? Hlustið það svo hennan. Þetta er sem sagt Carl Sagan. Hann er þarna að útskýra fyrir, örugglega góðum 40 árum síðan. Þá er hann að útskýra þarna fyrir krökkum hvernig við sem sagt búum við, ef ég skil þetta rétt, Sagittarius arminn í okkar sólkerfi. Og maður sjá, hérna er þetta. Ég ætla að finna þetta fyrir ykkur. Hérna sjáu þetta hérna. Þeir eru með current website. Við erum ekki lengur við Sagittarius arminn, heldur erum við Orion arminn. Hérna til hægri sjáu þið semst archived website. Þetta er semst báðar frá NASA og archived website er semst bara úr, þetta er bara screenshot úr einkasafni sem að staðfestir það sem Carl Sagan hélt fram í mörgum af sínum heimildaþáttum og ekki nóg með það, heldur sá ég líka úr sjónvarpsþætti í gær gömlum sem að ég fann ekki aftur og það var sem sagt Neil deGrasse Tyson. Þá var hann eitthvað að monta sig í sjónvarpinu og hann sagði nákvæmlega það sama að jörðin er í okkar sólkerfi við Sagittarius arm af sem sagt á Milky Wayinu en í dag erum við ekki lengur þar, heldur í Orion beltinu. Og þið sjáu hérna, það er ansi langt á milli, það eru cirka 30.000 ljósár, eða sem samtalsfjarlægð, það er samtalsfjarlægð milli sem sagt armana, þessara tveggja staðsetninga er 60.000 ljósár. Þetta er sjúklega dularfullt, það lítur út fyrir það að Neil deGrasse Tyson og Carl Sagan fyrir, hvað ég að segja, myndbandið hans Neil deGrasse Tyson var bara kannski 15 ára gamalt og Carl Sagan í kringum 1980, þá heldur því þeir fram að okkar sólkerfi lá á vissum stað í okkar vetrarbraut, en í dag er búið að flytja okkar sólkerfi innan okkar vetrarbrautar 60.000 ljósár. Þetta meikar ekki sens, krakkar. Sorry to say. Annað hérna, áður en ég fer í mína eigin persónlegu reynslu á þessu með CERN, þið verið afsakað, þetta verið svolítið langur þáttur í dag. Þá er það vitnisburður Dr. Astrid Stuckelberger. Hún er svissneskur vísindamaður eða kona, rannsakandi, sem hefur starfað við verkefni tengt Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni og Sameinuðu þjóðanna. Og þetta er semst raunveruleg frásögn sem hún hefur sjálf sagt frá 2003 í viðtölum. Og hún segir, samkvæmt hennar frásögn, var hún í matarboði í Portúgal, þar sem hún ræddi við 2 eðlisfræðinga sem að störfuðu við CERN. Hún spurði þá vittir og sagðist þá að fengi svarið að þeir innu við 17 vittir. Þegar hún spurði þá hvort þið getu sýnt henni eitthvað sem tengdist annar vitt, þá kom sagan portal eða gátt. Sem að þessi 2 vísindamenn sögðu þessari konu í þessum matarboði sem var haldið af CERN í Portúgal vittir hvað voru margar, hvað var að vinna með margar vittir og þeir sögðu 17. Og
svo sögður henni sögu. Hún segir að þeim hafi verið sagt frá hringlaga hurð eða gátt undir CERN, svolítið eins og ákveðið Stargate. Þar hafi fólk setið við borð fyrir framan gáttina og samkvæmt frásögninni hafi einhvers konar vera eða entity komið út úr þessari gátt og sest við borðið við hliðina á þessum einstaklingum. Síðan hafi komið enn skrýtnari hluti sögunar. Hún segir að þetta hafi gerst aftur og aftur og að veran hafi þá tekið trefil með sér eða svona scarf og skilið annan scarf eða slæðu eftir. En það er mjög mikilvægt að segja það að hún segir sjálf að þetta hefði verið second hand information. Hún sagði þetta ekki sjálf og var sem sagt ekki í herberginu. Þetta er ég að heyra, spáið því. Áður en að ég fer hérna eitthvað og yfir kannski mína persónulega reynslu, þá ætla ég að fá að slökkva hérna núna bara á tölvunni, en það hef ég ekkert lengur við hann að gera. Ég get sagt ykkur það að ég er búin að vera að heyra það núna á internetinu, sem sagt, frá frásögnum fólk, að fólki finnist tíminn vera farin að líða svo ógeðslega rætt. Spáðið því, það eru 7 ár síðan að COVID-19 var. Það eru 7 ár að við vorum að hlusta hérna á línulegri dagskrá og þríeykið hótandi okkur öllu illu nema við færum eftir leiðbeiningum, áttum sem sagt að hlýða víði or else. Það eru 7 ár síðan. Ég er búin að eiga erfitt með svefn núna í nokkur ár. Ég segi erfitt, ég hef verið að sofa svona 5-6 tíma að öllu jöfn á sólarhring. Það sem gerist núna 29. júní síðastliðin er að þeir stöðuðu þennan LHC hraðal og þannig mánaðamótin júní-júlí þá gerist það stórmerkilega frá einum degi til annars allt í einu er ég farin að geta sofið. Og ég meina 8, 9, 10 tíma og þetta er glænýtt í mínu lífi. Ég er farin að geta sofið eins og unga barn og ég var að koma vinninni núna, búin að vera þar síðan 9:30 til 5 og þetta var eins og að ég hefði verið þarna heila helgi. Tíminn er búin að vera svo lengi að líða. Tíminn er lengur að líða núna en hann var fyrir 2 mánuðum síðan. Ég er að segja ykkur það. Kenningarnar, ég baði ykkur að setja til hliðar ártalið 2012 en tímatal Maja, það talaði sem sagt alltaf það að hinn hefðbundni eða heimurinn myndi enda 2012, muni ekki eftir því og við vorum öll svona svolítið smeyk hvað gerist 2012, það voru mér að gerði eitthvað svona Hollywood disaster apocalyptic kvikmynd sem hét 2012, það átti alltaf að gerast 2012 en árið 2012 fundu þeir, framkölluðu þeir þennan árekstur sem var til þess að þeir sem sagt fundu þetta Higgs-svið eða Higgs-eindina sem ég hef nú aðeins talað hérna Þannig að kenningarnar eru 2. Það eru 2 kenningar hvað þetta varðar. Númer 1. Þeir hafi vitað hjá CERN að heimurinn af einhverjum ástæðum myndi enda árið 2012 og þar að leiðandi var þetta hraðalverkefni sett í gang í þeim tilgangi einmitt að framlengja efnisveruleikanum okkar eins og við þekkjum hann, sem sagt einhvers konar björgunar aðgerð og nú væri sem sagt bara búið að bjarga þessum efnisveruleika núna eins og og þar að leiðandi bara lagt í ákveðið viðhald. Og afleiðingin af þessu er náttúrulega kannski eitthvað svona blæðandi tímalínur og annað. Þannig að við erum kannski bara að muna eftir hlutum sem gerðist ekki í okkar gamla heimi en gerist í öðrum heimum okkur við hlið. Svo er það hinn kenningin og hún er sú að þeir hafa bara farið í þetta rannsóknarverkefni og byggt þennan hraðal í CERN í þeim tilgangi bara að öðlast eitthvað skilning á efnisveruleikanum eins og vísindafólk gerir, en svo hafi bara afleiðingarnar af því verið svo svakalegar í gegnum þessar rifur í efnisveruleikanum okkar að truflanirnar í okkar efnisveruleika eru orðnar svo miklar, okkur er náttúrulega drullum það hvort að Dolly í Múnreiki sem er spangir eða ekki, eða hvort að Mickey Mouse er ennþá með axlaböndin eða ekki, það er kannski ekki það sem skiptir máli, en þegar að sólin er allt í orðin hvít, ekki gul, þegar tíminn er farin að líða miklu hraðar en ella, þegar við erum farin að upplifa skrýtna hluti eins og jarðskjálfta bara sem er að nálgast 8 og Richter á áður óþekktum jarðskjálftasvæðum
og þegar við erum farin að sjá fram á það að heimurinn okkar einfaldlega að rifna í tætlur og þá hafið þeir einmitt stöðvað í rauninni þetta verkefni að svo stöddu til þess að reyna að greiða úr þessum flækjum og viti menn, það sem ég að heyra að Mandela-effektin, þau eru farin að snúa tilbaka. Við erum sem sagt að koma tilbaka í okkar gömlu minningar. Hvað veit ég? Veist, eitt, þetta er svolítið erfitt, sko. Veist, ég meina, hvar á maður að nálgast? Veist, ég veit ekki, ég til dæmis man ekki eftir því að 3PO í Star Wars, þessi gulllitaða vélmennið, væri sem sagt með eina silfurlöpp upp á hnjám. Það er bara sorry, það er algjörlega nýtt news to me. En hann allt í einu bara með silfurlöpp upp á hnjám. Þið kannski, ef þið eru með aðganga Star Wars kvikmynd í kvöld, þá getið þið kannski tjekkað á því og athuga hvort hann sé algiltur eða með eina silfurlöpp. Ef hann er með eina silfurlöpp, þá er þetta eitthvað sjúklega dúbjus en þá. Eða ef hann er orðin algiltur, það þýðir að Mandela-effekt sem sagt mögulega að snúast við. Sama með tónlistarmyndbandið hennar Britney Spears, ég held að það heiti Toxic eða eitthvað álíka, muni ekki eftir, hún með svona limdan mikrofón hérna. Veist, í síðustu viku var hann horfinn, engin limdur mikrofón, sem er auðvitað stórkostlega skrítið. Þannig að það er þetta að fletta upp þessum atburðum, eða þessum Mandela-effekt tilvikum og athuga hvort að eitthvað að þessu sé sem sagt hafi á sér staðið eitthvað viðsnúningur eða ekki. Who knows? Þar hafið það. Þetta var Geimsýra kvöldsins. Ég er ennþá að bíða núna eftir 7. gagnadroppi stríðsmálaráðuneytis, hvað var það UFO, því að þetta hefur þetta líka með UFO-ið að gera. Hver veit, nema allt í einu ef við erum komin hérna bara í einhvers konar ástand sem einkennist að blæðandi tímalínum, að þá erum við bara allt í einu farin að sjá hluti sem að kannski tilheyra ekkit endilega okkar heimi heldur einhverjum öðrum. Annað athyglisvert í þessu samhengi, ég meina, það skiptir kannski einhver máli þótt að eigi sér staðið eitthvað breyta í öfninu hvað var það eitthvað tónlistarmyndband, en hvað gerist við DNA-ið okkar? Hvað gerist við DNA-ið í lífríkinu okkar? Ef að Mandela-effekt er raunverulegt og blæðandi tímalínur bara fela í sér bara einhverja breytingar í genamengi lífríkis á jörðinni, það er náttúrulega stórkostlega vafasamt. Spennandi tímar, sjúklega spennandi, mér finnst þetta ógeðslega skemmtilegt, sorry to say. Herra Skutnar, ég er hérna með ég fór inn í Eymundsson í gær, UFO 202 er komin í hillur. Þið getið fengið hana samt sem áður hjá mér ef þið viljið árita. Þið þurfum bara að senda mér enga skilaboð og ég græja það. Ég er með ansi mörg eintök hérna í kassa. Ég kem til með að halda 2 fyrirlestra, bókakynningar í september. Það er sem sagt heimsljós á heimsljósarráðstefnunni. Þið getið séð þetta á heimsljós.is. Sem sagt eitthvað skonar svona nýaldar hippa ráðstefna, eitthvað staðar upp í Mosó skils mér. Og ég verð þess að þar með fyrirlestur og bókastand og svo mun ég verða með bókakynningu í jógastöðinni Eden hjá henni Söru, ég mun auglýsa það seinna og svo verður þetta útgáfupartí sem við ætlum að hafa að öllum líkindum í Eymundsson í Smáralind, ætla að verði ekki, látum okkur nú sjá. Já, gott ef ekki, bara eftir mánuð, 5. daginn, 17. september. Ég mun auglýsa þetta betur seinna, en þetta er planið, þannig að setja þetta í kalendarinn ef þið viljið koma og hlusta á mig bladra í smástund og gera gís og gaman og selja ykkur bækur, eða árita bækur sem þið þegar eru búin að kaupa. Herra Skutnar, ef þið viljið followa Geimsýruna, þá er það TikTok eða YouTube og svo getið þið fylgt mér á Facebook undir nafninu Gunnar Dan. Þykir sjúklega vænt ykkur, þar til næst. Namaste.